Klagolte systir me llegó halda fram á blessa sig och þakka þér kærlega fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Spurning mín systir, hver besta leiðin til að biðja þolinmæði? Með bæneskjum þegar við biðjum þolinmæði vilja Guð að gefa okkur sönnun. Hver besta leiðin til að biðja þolinmæði? Vel, besta leiðin eins og Biblín segir, tími kom til að verða óþolinmóður, verða reiður eða einhver grúta vegna var ég reiður. Af því að augnablikið þegar ég reiður, segi við sjálfa mig að Guði líkar ekki þegar ég láta sjálfa mig fara með reiði. Og vegna þess að núna ég reiður, get ég móðgað eða ráðist að þeim tíma reiði, ég verð að hafa stjórna mér. Ég ætla ekki að láta þetta gerast vegna þess ég hef að fognast Guði. Ég stjórnaði mér, ég fylgdi reiði svo ég lokaði munum mínum og ég fór út til að anda fersku lofti. Ég roðist. Vissulega andi reiði fór eða sofnaði, hvar sem og ég gaf holdi mínu ekki lausan taumi að þeirri stundu. Sama gildir þolinmæði. Svo þú óþolinmóður fyrir allt og svo segir ég óþolinmóður fyrir öllu. Ég verð að læra þolinmóður við þann eða henni. Vera þolinmóður við þau, þannig það. Það besta leiðin fyrir utan bæinn en viður Guð en í augnablikið reiðinni. Ég segir nei. Ég verð að vera þolinmóður. Ég mun hafa þolinmæði. Stundum mér gerir þetta stöðu ég verð að segja nei. Ég verð að hafa þolinmæði. Ég mun hafa þolinmæði. Ég segi það andi sofnaði vissulega að því að síðar kemst hafa óþolinmæði daginn eftir með annarri manneskju. Ég segi þessi andi sem í líkama mínum, það bagnar andi og kemur til ljós í mér. Ég segi nei, ég verð að hafa þolinmæði. Það allt í lagi en eins og segja það, svona verður það. Gott að það gerir ekki aftur. Sjáðu, þetta góður hætti að ráða við veikleika okkar. Sko, en stjórna að því með að haga sér strax og segir nei. Ég mun ekki leyfa mér að renna með þessari aðstæðu. Ég mun ekki vilja deila eða verjast. Nei, ég stjórnaði mér að því ég hef að fognast Guði. Og þegar maður gerir það, Guð hjálpi okkur og við erum að sigra holdi okkar, sigra djöfulinn og líka sigra anda annarra fólks eða aðstæður sem djöfulinn nota til að fanga mig, trufla mig, gera mig reiðan eða óþolinmóðan, hvar sem Sjáðu, svona besta leiðin systir, en það fólk sem freistast og fellur. Hann fara með reiði, óþolinmæði, hann fara með ofun, hann fara með slúður, hann byrja slúður, hann fara með gagnrýni vegna þess að hann fel í þá gildru sem djöfulinn bara setja fyrir hann. Hugsaðu þig ég smá stund og segðu nei. Ég geri það ekki. Ég mun halda kjafti. Ég segi ekki nei. Vegna þess að ég far að hugsa æflingarnar. Það mun Guð hjálpar okkur og hjálpar okkur að baksa. Af því að þetta hjálpar okkur að baksa í lífi okkar andlega.